Já, þið eru að hlusta útvarpsþáttinn Harmageddon og hann kominn hérna til okkar formaður Hægri grænna, Guðmundur Franklín og sjálfskipaður álitsgjafi og allt það. Vertu velkominn Guðmundur. Takk. Við fengum þið hérna til okkar til þess að ræða mál lífeyrissjóðanna, það sem að fólk segir að sé svona það alvarlegasta sem er að gerast í íslensku samfélagi í dag. Það sem er að gerast á baku tjöldin hjá lífeyrissjóðanum. Og við vildum fá þið til að útskýra fyrir okkur svona mannamáli. Hvað er að gerast þannig? Hvað er svona alvarlegt við þetta og hverjir eru að plotta og véla? Já, sko, lífeyrissjóðirnir, 16 lífeyrissjóðir stofnuðu Framtakssjóð Íslands og þessi Framtakssjóður Íslands áttu að taka þátt í að endurbyggja og endurreisa íslenskt efnahagslíf. Og stærsti hluthafinn í Framtakssjóð Íslands áður en Landsbankinn eignaðist hlut var lífeyrissjóður verslanamanna með 19,9%. Og svo eru allir hinni lífeyrissjóðir eftir stærð svona cirka meðeigendur í Framtakssjóðnum. Nú, Landsbanki Íslands lendir í því að þurfa að taka fyrirtæki sem að fóru illa í hruninu og gríðarlega stór fyrirtæki og mörg fyrirtæki og það er náttúrulega ekki sjendan, var ekki búin að sjá fyrir endan á því öllu saman. En það sem þeir tóku ráð var það að stofna fyrirtæki sem heitir Vestia, eignarhaldsfélag þá sem að Landsbankinn átti 100%. Og inn í Vestia fóru ýmis fyrirtæki og meðal annars Icelandic Group sem er gamla SH, sölu meðstur Hafristúsuna og Plastprent og Húsasmiðjan, Teymi sem og það voru fjögur fyrirtækin í Teymi, það er Skýr, EJS, Hugur Ax og Skýr. Þetta er mörg af helstu gullleggjum landsins. Já, alveg gríðarlega stór fyrirtæki. Og rifrildi hefur nú aðalega verið að lífeyrissjóðirnir og bankarnir sé í samkeppni við einkaaðila á markaði eins og Plastprent sem er í samkeppni við önnur plastframleiðslufyrirtæki og Húsasmiðjan í samkeppni við þá sem er að selja byggingavörur Bíkó, já, og hvað sem er þó að Bíkó sé náttúrulega líka svona hálflamað eftir hrunið. Nú, og það eru samþykktar vissar reglur fyrir Landsbankann, Bankars Íslands býr til reglur og það er samþykkt á Alþingi Íslands og samþykkir reglur, verklagsreglur hvernig á að selja þessi fyrirtæki í opnu og gagnsæju tilboðsferli. Og þær eru birtar á heimasíðu Vestia. Nú síðan fer allir þessi darraðadans í gang og í framhaldi af því hverfa reglurnar af heimasíðunni og það er búið að setja mikið út af því hvað gerðist Nú, í framhaldi af því að þá heyrum við það núna fyrir skömmu að Landsbankinn ætlaði að láta Vestia í heild sinni inn í Framtakssjóð Íslands og menn voru svona að segja, gáðu því grænt ljós að þetta var allt í lagi vegna að þeir myndu fara eftir sömu reglum. Og Steingrímur búinn að segja það í þinginu að hann hafi fyrirskipað Bankasýslunni að fyrirskipa Framtakssjóðnum að fara eftir sömu reglum. Og það hafa nú búinn að vera menn hafa nú verið að tala verðmætið á þessum eignum öllum sem að fóru yfir í Framtakssjóðum frá Vestia og menn eru ekki alveg sáttir eða sammála virðið þeirra. En núna er komið það í ljós að verðmiðin á öllum þessum fyrirtækjum sem ég nefndi áðan er 15,5 miljardar en Icelandic Group er náttúrulega stærsta fyrirtæki af þessum fyrirtækjum og það er 80% því sem fór yfir, þannig að það er ennþá 20% eftir í Landsbankanum. Nú síðan koma fréttir af því að það sé vogunarsjóður, aflandseyju vogunarsjóður frá Jersey, gríðarlega stór, örugglega fleiri billjón evru sjóður, sem að hafi áhuga á því að kaupa Icelandic Group út úr Framtakssjóðnum. Og Framtakssjóðurinn sé búinn að gera samkomulag við Triton að þeir einir megi skoða hvað er í þeim pakka og það fyrirtæki. Triton er þessi vogunarsjóður. Triton er þessi vogunarsjóður.
Þessi vogunarsjóður erlendis. Já, þessi vogunarsjóður sem er á Jersey og þeir eru með skrifstofur, þú veist, Frankfurt og London og Luxemburg og Stockholmi. Nú þessi Triton-sjóður hafði komið áður nálægt íslensku fyrirtækjum því þeir voru partur af fyrirtækjum sem sýndu áhuga á að kaupa FIH-bankan sem að Kaupþing átti og var lánað út á hérna í hruninu, stóra danska banka sem er þegar búið að selja. Og en ef við spólum aðeins tilbaka að ef við förum inn ef við lítum á Landsbankagjörningin á sínum tíma að þegar þeir taka Icelandic Group yfir eftir hrunið að þá hefði verið einfaldast fyrir þá að hætta að breyta uppgjörsreglunum á Icelandic Group úr íslenskum krónum yfir í evrur eða dollara vegna þess að það eru gjaldmiðlar sem eru að selja afurðirnar sínar í eins og sem mörg fyrirtæki gerðu en í staðinn fyrir að þá Landsbankinn stofnaði annað fyrirtæki sem héti EG og yfir það setja þeir Friðrik Jóhannsson sem er mjög gamall og góður og reyndur bankamaður og hann er þarna í forsvari fyrir EG sem er bara í skúffufyrirtæki á Landsbankanum og Landsbankinn lánar inn í þetta EG 30 milljarða sem að síðan fara inn í Icelandic Group en áður en það fyrir inn að þá skrúaði niður alla hluthafana í Icelandic Group sem sagt þá skrúaði niður 0 þannig að allir gömlu hluthafarnir er ekkert þannig að Landsbankinn endar þá með 100% í félaginu þannig að peningarnir það fara aftur inn í Landsbankan en stærstu hluthafarnir í Icelandic Group þá var Samherji og Finnbogi Baldursson sem er í dag forstjóri Icelandic Group og þeir áttu 21% sem sagt í Icelandic Group og þegar þessi gjörningur er gerður að þá afskrifaði Landsbankinn tæpar 1,5 miljard á Finnboga persónulega og 10 miljardar rúma eða 11 á fyrirtæki sem að hann átti sem að hafði með eignarhlut þennan 21% eignarhlut að gera í Icelandic Group. Nú þetta er allt svolítið svona flókið en síðan náttúrulega megum ekki gleyma því að forstjóri Framtakssjóðs Íslands er Finnbogi Jónsson og hann er náfrændi sem sagt Finnboga Baldurssonar þeir eru systkini synir og Finnbogi Baldursson er bróðir Þorsteins Más í Samherja og menn eru nú svona að benda það að þetta sé ekki nógu gegnsætt og klárt en réttilega og þarna liggur hundurinn grafin Þú ert að segja að Landsbankinn er að stunda svona hringekju viðskipti þarna í þessu máli Já, en sko eins og við sáum oft fyrir hrun og það er sem sagt ríkisbankinn Landsbankinn sem að er að véla þarna með þessar eignir og koma þeim í hendur á hverjum Já, við vitum það ekki vegna þess að við vitum náttúrulega ekki hverju standa bak við Triton-sjóðin en svona vogunarsjóði þeir eru nú bara sem sagt, vinna því að hámarka sitt pund og það getur verið að sé einhver samningur sem sagt, þú veist við bara geta mig til það sé einhver annar samningur frá einhverjum öðrum mönnu við Triton að kaupa síðan Icelandic Group af Triton eftir að búa að gera dílinn en það er verið að tala þarna að eingöngu að kaupa 80% eða sem sagt stóran meiri eða sem sagt 7 verksmiðjur að þetta séu 7 verksmiðjur sem er að ræða og þá er eftir sölu batterið og dreifingarkerfið sem er mikil svirði líka fyrir þá sem er í sjávarútvegi en það sem að sko olli mesta athygli var það að þegar þetta er tilkynnt að þessi Triton-sjóður sé tilbúin til þess að kaupa Icelandic Group á 20 og eitthvað milljarða að þá kemur eða tæpa 30 milljarða að þá kemur annað tilboð frá kanadísku fyrirtæki sem er Highliner Foods og það er við Íslendingar þekkjum það að góðri raun í 50 ár það áður Fisheries Products International og þeir segja, heyrðu, við viljum kaupa fyrirtæki á 52 eða 3 milljarða sem er þá bara helmingi hærra menna þetta er svo stóru uppæðar, það er helmingi hærra
og þegar við erum að tala um þessar upphæðir hvort ekki að 30 milljarðana sem að Triton vildi kaupa Icelandic Group á eða Highliner Foods á 52 milljarða að þá það innifaldar náttúrulega skuldirnar inn í Icelandic Group og það eru 30 en sem sagt þetta nýjustu fréttum að þá ef við tölum bara hlutafjöð þá bara kaupir hlutafjöð það fylgir náttúrulega skuldina með að þá sem sagt fyrirtæki metið núna á 13,9 milljarða þessi 80% inn í framtakssjónum en Highliner Foods vill borga 20 og 6 milljarða fyrir það. Og þeim ekki leyft að koma á borðinu með það tilbúða? Hver ákveður það? Já, það náttúrulega stjórn Framtakssjóðs Íslands og það skrýtni í sig það að þegar þetta ræða við einhvern viðskipti og gefur honum exclusivity agreement einhvern svona share deal að þá það eftir að þú ert búin að tala við alla sem að koma að borðinu sem að það búin að fara eitthvað val fram og þá gefur honum einhvern engarétt á að kíkja fyrirtæki nánar en þarna þessum Tritonsjóð gefin enga leyfi á að kíkja dílinn einum og sér og engum öðrum sýnt. En það var þannig, það alveg ljóst að það hefur ekki verið þannig að þetta kanadíska fyrirtæki hafi hoppað að borðinu bara þegar þeir sáu hvað Triton var búin að gera og þeir ekki mjög að það eðlilegt í viðskiptum að þegar þú ert að taka við fyrirtæki að skoða að þú borgir einhver ákveðna summu fyrir að fá allt bókald og allar upplýsingar til þess að þú getur gert verðmat á fyrirtækinu. Já, en sko í þessum fiskibransa, hann svo lítill í rauninni að það vita allir hver að gera og það vissu allir í þessum bransa að fyrirtæki væri til sölu og Landsbankinn ætti að það í fangi bankans þannig að það allir að fylgjast með því það ekkert sem að kemur einum og óvart í þessu. En kom þetta kanadíska tilboð þá bara strax að borðið leið og það var... Já, leið og var gert ofinbert, já. Að hvað? Að Triton væri að Framtakssjóður væri í enga viðræðum við Triton. Já, það kom ekki fyrir en það var komið að Triton væri í viðræðum. Og þá eru þeir að furða sig á því út af hverju það sé gert. Og hver það sem stýrir Framtakssjóð Íslands? Það Finnbogi Jónsson, frændi forstjóra Icelandic Groups. Hann frændans? Þeir eru systrasinir. Það heppilegt. Það mjög heppilegt, það náttúrulega íslensk frændsemi sem hún gerist best, en það, þú veist, menn vilja að meina það að lífeyrissjóðirnir og þessi framtakssjóður, hann sé náttúrulega bara sé bara einhverju öfl í honum að reyna að koma hlutunum fyrir. Já, og þetta náttúrulega, Steingrímur Jó blessar þetta náttúrulega allt saman og svo formaðurinn, Ágúst Einarsson, faðir Samfylkingarinnar, að hann lét það nú í veðri vaka að þetta væri allt í lagi vegna þess að þetta væri bara 7 verksmiðjur erlendis. En við skulum ekki gleyma því að vinna 1000 manna hjá þessu fyrirtæki út allan heim. Akkur segir að Steingrímur Jó hafi blessað allt saman? Já, það ekkert gert nema hans leyfi sem fjármálaráðherra og lífeyrissjóðunum, við vitum það að lífeyrissjóðskerfið að hruni komið og fyrir ykkur... Nei, akkur lífeyrissjóðskerfið að hruni komið? Nú, þetta ekki algjört bull? Nei, sko, það eru þarna inni 18-1900 milljarðar en ef þú reiknar fram í tíman að þá töluverðar líkur að því að þegar kemur að því að þú þurfur að fá þinn lífeyri greiðan það verði einhver peningar í kerfinu út af því hvernig það er sett upp eins og margoft búið að vera að tala um og útskýra í blöðunum þannig að ég næ því ekki nú alveg vitað að allar þessar fjárfestingar sem þeir eru með og þessar eignir hafa verið farðar inn í lífeyrissjóðana sem ríkið eða klálega gerði með þessari hugmynd sína að færa þessi ríkin eru þær ekki gerðar fyrst og fremst til þess að styrkja lífeyrissjóðana að þeir geti vaksið og afla sína pening. Kjarna kemur nefnilega að sannleikanum í málinu það verið að setja þessi fyrirtæki úr Landsbankanum út af því að það voru náttúrulega lífeyrissjóðanir sem töpuðu gríðarlega miklu og það voru við fólki í landinu var ekki eðlilegt að við fengjum þessar eignir til okkar. Þetta er nefnilega málið. Landsbankinn í eign skattborgarna og Landsbankinn þarf að standa skil á sínum skuldbindningum annað og Landsbankinn að hann í rauninni að selja þetta á algjöru undirverði og undirverði sem þeir eru að selja til lífeyrissjóðana og mér finnst það ekki eðlilegt að lífeyrissjóðirnir fái að hagnast á þessu, akkur ekki á Landsbankinn að fá að hagnast á þessu.